En hvernig svona, þegar það verið að lýsa þessu djamtímabilinu og svona, þá er þetta svona, maður hefur tilfinninguna að hafa nú verið meiri spaðar í miðbænum heldur en þið á þeim tíma. Svo eru þið báðir orðinni mógúlar í dag bara. Já, þetta er alveg hárrétt Sölvi. Þetta er sko, þú veist, ég náttúrulega hef ekki, þú veist, ég hef aldrei litið á mig sem sko, ég hef alltaf fundist ég vera fallegur. Já. Og ég bara er vandrað með sjálf mig, ég á bara mjög rosalega gaman að horfa á sjálf mig. Mér finnst það skemmtilegt. Og þú veist, ég er bara farin í bæ og ég er bara, ok, hvað ruglið í gangi, það er bara engin kettling, skilur hvað við, þetta er eitthvað skrítið, skilur við, og ég hef alltaf hugsað bara, það er eitthvað að öðrum. Ég hef aldrei eitthvað, nú þarf þú eitthvað, þú þarft að fara að grenna þig, þú þarft að fara, þú veist, eitthvað. Er þetta ekki geggjaður eiginleiki? Sko, þetta er málið það, ég hef ræktað hann eiginleika. Þetta er ekkit, þú veist, ég held að flesti séu óöruggir. Þú veist, ég var úlingur, þá var ég ekkit eitthvað, mesta sjálfstöðustu heimi, langt frá því, sko. Maður bara óöruggur. En síðan bara rækta maður það í sig bara hvað mann finnst best við sjálfan sig sko. Og mann finnst það bara best við sjálfan sig og þannig að það bara vera og það er svona oft sagt þegar fíflánum fjölgar í kringu þig er talað sko, ég held sér rámt ég held sér að fíflánum fjölgar í kringu þig þá ert að gera flotta hluti sko. Þá ertu orðin betri en skilur á vissan hátt sko. Þú veist þegar fólk er að segja herðu, nú erum við hægt að sprauta með heróni þá er það eitthvað, þú veist, alveg það máli taka punkt á því sko. En, það má taka punkt á því en skilur hvað við, einhver að segja ég var ekki alveg sáttur hérna eitthvað, jú, þetta var bara geggja þetta var ógeðslega skemmtilegt quiz og þetta var mjög skemmtilegt þú veist, eitthvað svona, sko Já, nei, þetta er, sko, málið er að það er oft, sko þessi ótti við að taka pláss og vera eitthvað, en maður þarf að vera ákveðið rokafullur í raun og veru til að þora bara að standa fram á sviði og segja bara, heyrðu, ég ætla að segja eitthvað sem skiptir máli Sko, ég sá, hérna, ég fór á uppistandssýningun ykkar og fyrir mér var það því ég búin að þekka ykkur báða lengi, ég er alltaf búin að þekka Helga ennþá lengur. En ég fannst það að vera smá svona einhvern veginn svona upprýsu moment. Einhvern veginn bara fyrsta svona sýningin ykkar að þessari stærðagráðu og bara rosalega góð viðbröð í áhorfendunum, rosa vel heppnað og einhvern veginn, að þetta er miklu meira en að segja það, að mæta og vera búin að búa til svona sjó og halda liðinu svona sáttu. Það verður einhvern veginn svona, þetta var fallegt moment. Þetta var rosalega skrítið að upplifa það líka. Strákana sem er búið að dreyma mér að frægir í langa tíma. Svo stóðum við bara allt í hennu á, sko, ég man alltaf momenti ára við fórum út. Ég veit, það var svona svo þegar ég fór í fallífastök. Það var bara svona, oh my god, ég er að fara fram fyrir alla. Og svo bara, Hjálmar, lét mér hlusta á eitt lag, við hlustum á pepplag, Chris Farley. Chris Farley. Við vorum komnir upp, Chris Farley. Fórum aftur niður, hlustuðum á lagið. Fór síðan aftur upp, stóðum á nöfinni, þú veist, 300 manns búin að kaupa miða bara til að sjá okkur og ég var ógeðslega stressaður. Svo fórum við út og þá var eiginlega ekki, það var ekki hægt að klúra neina, það var bara strax, bara geðveikt að við værum við. Það var bara nóg. En hvernig, sko, að því Hjálmar er náttúrulega kannski vanar þessu að vera að performa fyrir framan live audience í veislustjórnunum og svona. Varst þú líka svona stressaður, Hjálmar? Nei, ég var alltaf að hugsa hvort ég verið feitur í myndavél. Ég var sé myndavél hann að hugsa, bumbarum mér ómikil eitthvað, þannig að ég ákveða krossleika mjög bara veglegt. Það er ekki það, þannig sér þið. Maður líka ennþá að spá í dag hvort maður sé eitthvað aðeins, þú veist. Er það? Ég meina, það gerist alveg, þú veist, eitthvað, þú veist, bólurinn komin upp og eitthvað skilur hvað við. Maður vil kannski ekki líti út alveg sem einhver róni, sko. Nei. Ég fyrir verið einhver öllu róni. En sko, ég var alls ekkert stressaður, vegna þess að ég fann svo rosalega, þetta var fyrsta skipti, ég bara áttaði mig á því þegar hún komnir þarna, hitt alla, hún komnir niður og maður svona horfði við salin og sá skilabóðin öllu fólkinu sem var að senda manni, sem búin að senda manni einhvern tíðina sem við byrjum þess að þætti þarna fyrir, þú veist, einhverjum 6-8 mánuðum þá, þú veist, og þú veist að bara allt þetta fólk er komið til að sjá okkur. Mér leiði eins og ég var bara í staðista vinahóp í heimi. Þú veist, þú færð tilfinninguna, þú ert í vinahópnum og segir eitthvað brandar og hlæja allir. Og eins og þekkja þig, vita hvernig það er svo góð tilfinning sko. Þú veist, það er besta tilfinning í heimi, það er að testa efnið sitt eða fá sjálfströsti sitt tilbaka með góðum vinum eða fjölskyldu eða eitthvað sko. Við Helgi við hafa sameiginlegt að vera svona svolítið ofhugsarar. Já, og ég er þá vanhugsari. Því ég ætlaði að spyrja sko, því þú í raun og veru nærði þarna svaka upprisu með því að fara á Snapchat. Og módelið þitt hefur alltaf gengið út á dálítið að þú bara setur hlutina út. Þú ert ekki að ofhugsa það. Það var svo mikið frelsi þegar ég áttaði mig á því, ég þurfti ekki á neinum að halda sko. Það var svo mikið frelsi, Sölvi, þú veist það bara, og það var fullir vinningur öllum þeim sem ég unni með og þú veist bara Helga og fleirum sko. En það er alltaf einhver samt sem er, þú veist bara, að geta bara sett eitthvað beint út, var rosalega frelsi fyrir mig. Og þurfi ekki að spurja neitt og bara standa með því sem ég gerði.
og málið það, ég vissi alltaf að ég væri fyndin og Helgi sagði eins og bíl 2008 eða 2007, hann sagði þú veist bara, við vorum að ræða saman enn einu skipti sem við ætlum að fara að gera eitthvað og eitthvað svona dæmi sko, en við reynda að gerðum þá bók en þá sagði við mig, þú veist, heldur þú að þú sért eitthvað ófinnar en þessi menn sem eru að núti núna í dag sem eru með sjónvarpsþætti og annað og þetta sat alveg mörg ár í mér sko ég sagði, nei, bara alls ekki sko Þarna sér það Helgi maður Já, ég meina Keyrði kallinu Já, maður pikkar upp alveg, þú veist En breytist þetta ekki þegar þú fórst að fá síðan fleiri fylgjendur? Jú, þú veist, það er ótrúlega magnað sem gerist er að þú fær fleiri fylgingu, það setur meiri press á því sko, fyrir jafnlega ritskoðið og fleira sko og en það gerist ekkert strax, fyrst var ég bara heil lengi bara í 3-4 ár, þannig að ég var ekkert að spá í neitt sem ég sett út sko, en svo finn ég alveg í dag, nú er ég byrjað að vanda mig sko, allt í hennu fekk ég tilfinningu daginn, ég setti eitthvað á Twitter ég sagði, getur Hjálmar Örn Jónsson að setja svona inn skilur hvað við, þetta er ótrúlega magnað sko, bara gerðist eitt augnablik sko, svo ég bara já þetta, þú veist Ég man að við vorum einhvern veginn að spjallum, man ekki hvort það var Snorri Björns eða eitthvað sem að þú spurðir einmitt, ertu ekkert að hugsa þegar þú veist að það eru svona margir sem að var það ekki Snorri? Þegar þú setja eitthvað svona live út bara að þú ert bara með 20-30 manns sem eru að horfa á þetta. Hvað er Rísasnapparar sko, þá, hann Ég var alveg, þegar ég prófaði fyrsta skipti að setja stóri í Instagram, ég var bara ritskoða með þú að vera 1000 manns sko. Á Instagraminu. Já, mér varst ógeðslega erfitt að setja, ég var að setja eitthvað inn á Snapchat og svona, mér var svo erfitt að vera síðan sko, að setja inn og leyfa því að vera inni. Já. Hafið þið tekið, hvað er langt síðan að þið tóku síðast eitthvað út, að þið skömmuðust eitthvað fyrir það? Á Snappið Insta? Já. Vá, þetta er alveg farulega góð spurning sko. Sko, ég held að eins og hjá mínu tilfelli þá er það kannski frekar eitthvað ég set inn af einhverjum öðrum. Já. Og maður svona, veist, ég spurði hann ekki eða þetta er eitthvað aðstæðlegt, þú veist, er ég að gera lítið úr honum eða eitthvað svona, þú veist, skilur hvað við maður fyrir eitthvað svakalan galsa þannig að maður tekur frekar eitthvað svoleiðis út, sko en það sem ég gerir sjálfur með mig, ég held ég taki það sjaldan út, sko, ég held það Ég lenti í þessu nefnum daginn, ég fór á söng smá Instagram story og ég fekk nokkuð svona viðbröð og ég tek alltaf stórið Já, þú eru örugglega mistaði það því að ég tók strax það var eitthvað gæi sem senda á mig hérna, það eru sum stóri eru nú bara best geim teimi á sér og þá kom bara gamli góði kvíðakallin bara, heyrðu, þetta ömurlegt, finnst öllum þetta glata og ég tók það út sko. Bara klukkutími eftir ég búin að setja inn ég held, jafnvel, getur verið að ég hef séð það nei, ég veist að það allan ekki verið það þá fattaði ég mig þetta sko, bara hvað djöfulega með þeirra vera ennþá svona eins og eitthvað smábarn sko. En þetta er alveg magna, þegar kemur þessi eina rödd og segir, herði, ég meina við eigum eitt svona vin sem gerir þetta, alveg hægri vinstri, sko, sendur okkur milljónumæningur hinn í bænum, ónefndur. Og hann sendir ónefndur Pétur sem segir allt. Hann segir bara, þetta er glata, oh my god, og ég er þannig, og þegar ég veit að eitthvað er gott og ég er búin að setja út, ég fæ svona burning í bringuna, svona brennin í bringuna. Já, ég fæ bara, þú veist, eitthvað svona og ég var svona reiður og ég hrauna bara yfir hann. Já, sendir ekki um þetta allt og kjafti. Já, bara nánast þannig. Ég segi bara, hvað ert þú fullur út í bústað þetta helviti svillibitta, veist, bara eitthvað svona, sko. Það máta vera inn eða. Nei, skilur þú. Þú veist, ég verð bara pist, sko. Já, en þetta, alltaf þegar það kemur eitthvað svona, þá ítir hann á veikastæðin hann sem er óörgu sjálfur. Já. Og ég er búin að gera svo oft og þess vegna fannst mér alveg gott að hafa hann tíma. Hann var svona testi mitt hvað ég gæti staði að þegar maður heyrði ekki neitt, þá lefði maður bara, vissi maður ekki neitt. Þá fekk maður eitt svona þjálfara til að æfa sig og segja, þetta er ömurlegt að vera bara, ok, ég ætla að standa með því. En bara, þú veist, maður er fengið frá fólki, þegar maður byrjaði fyrst með karaktera, þá voru einhverju sem sendur manni, sko, hvað er auglegt, þetta er glata, svo bara sá karakter bara eitt sá stæðsti, þú veist, eitthvað. Þannig að maður verður líka að passa sig á hvernig maður hlusta, sko. Hver það er sem er að gagnrýna, sko. Það skiptir rosalega miklu máli, sko. En hvar, að því nú eru þið með grínþátt og þið voru alveg í dálítið mörg ár búin að reyna að slá í gegn með gríni með misjöfnum árangri. Heldur betur. Ég verð samt að segja að horfa á gamla dótið ykkar, þetta er alveg gott, sko. Hvað er gamla dótið það svolítið? Já, bara æs-lægið og hérna kompásvídeóið. Handboltaþættinni, maður með þeim líka. Þetta er alveg gott dót, sko. En hérna, þeir eru að gera þættinni svo núna, podcastþættina. Ég er strax, sko, nú er ég bara búin að taka upp nokkra þættu. Ég strax byrjaði að hugsa, ok, þetta er ekki farið í loftið. Þegar þetta fyrir í loftið, var eitthvað sem ég sagði sem að fer núna inn í réttrúnaðar lúpuna og ég fæ eitthvað fyrirsögn á mig eða verið skam. Þið hljótið að hugsa það eitthvað tíma. Já. Ég hugsaði að Sölvi myndi landi í einhverju svo leys. Nei, hérna, sko... Ég meina, þið eru að tala um kók og piss og titlinga og eitthvað. Þið hljótið að einhvern tímann að hugsa, hvenær kemur að því að við segjum eitthvað sem að
ég fekk, sko sérstaklega því að sko ég mann sérstaklega eftir einu mánudagsmótni að því þetta er tekið upp og maður svona hálfpartinn gleymir að mikrofóninni séu þarna og maður verður svo ótrúlega miklum galsa og þá gleymum við bara eiginlega svona að við séum eitthvað að taka þetta upp og þetta farið fyrir saman fólk og það var einhver 50 dagar sem við vorum að syngja einhver lög sem voru, þú veist, enduð í mjög skrítin lög og svo ég að hlusta á þetta mánudagsmótni þegar að fara að setja út þáttinn, þá var Arnar búin að senda mér nóttina. Ég að hlusta á okkur í einhverjum svona eins og við séum bara fullir, sko. Og ég bara, eitthvað mánudagsmorgun, ég hugsaði bara, nei, nú þátturinn farin. Nú þetta bara, ég hugsaði að þetta gæti bara verið síðast þátturinn. Já. Það bara á einhver eftir að rísa upp á fætuna og segja bara, hvað þessi menn hérna, að því að það er svo líka allt sem fyrir fyrirsagnir, það bara hljómar strax illa. Jú. Og hérna... Og ógeðslega margir lesa bara fyrirsagnir. Og ógeðslega margir lesa bara fyrirsagnir. Og bara beinnir í kommentarkerfi. Já, þannig ég hugsaði bara, heyrðu, nú, ég held að það sé partur af því að sko að vaksa og stækka sé að fá þessa tilfinningu að það er bara nú erum við búin að missa og þora að fara þangað því maður myndi alltaf bara play it safe þá myndi maður aldrei taka næsta stökk sko. Þora stígu við línuna þar sem maður verður að vera hræddur. Já, ég held maður verður bara að gera það. Hvar liggur, einmitt, þetta er svona kannski að ég aðeins búin að vera pót í viðmælandina sem ég fengi þessa réttrúnaða línu. Hvar liggur línuna ykkar með þetta þegar kemur að gríni? Hvað, þú veist, nú eru sumir sem segja bara það má gera grín að öllu. En nú erum við svolítið komin í tíma þar sem að það er ekki alveg. Það má ekki gera grín á öllu. Maður segir þetta samt sko. Maður segja þetta allir, ég spurði það sem dag, ég má gera grín á öllu. Ég sagði já, það má ekki gera grín á öllu. En hvað finnst þér persónulega sjálf? Finnst þér að megi gera grín á öllu? Af því mér finnst það eiginlega sko. Já, en samt ekki. Akkur ekki? Sko, ég veit ekki samt, sko, ég held að dragi allir mörkin einhvers staðar. Það er svo mikið að öllu hann úti. Þannig að það er alltaf einhvers staðar sem dregur grínið, sko. Þannig að þú veist svona Já, en eftir að finna mörkin hjá sjálfum mér, sko. Er það? Þegar ég er bara í ykkur svona engagríni, já. Já, það er náttúrulega það líka. Svo það er annað form af gríni. Það er það sem ég er að segja. Buddies-grínið, sko. Já. Þú veist, það er allir búin að missa sig þar, PC, sko. Mér er að mest PC-fólki missið þar, sko. Er ekki líka yfirleitt þegar fólk er tekið fyrir að vera með einhvern húmor, þá er það tekið úr einhverjum glæðskap eða tekið úr einhverju samhengi þar sem að var ekki ætlað stærri hóp. Til byltingar, sko. Og þá er þetta mitt, sko, ég held ég að við upplifað að við höfum náð og verið svolítið heppnum með það að fólk skilur bara að við erum bara svona í buddy gríni sem að, og erum ekki að niðra neitt eða ná neinum niður eða bara svona orkan á baku það sem við gerum, svona, maður veit ekkert hvað gerist. Nei. Og yfirleitt lenda allir grínistar, góði grínistar, bara nefndu það. Já. Þeir eru búin að fá eitthvað á sig. Af því að við þurfum stanslaust að vera að dansa á línunni. Ef við erum að vera fyndnir, húmor er bara að snerta við skugganum og skuggahliðinni. Og það er náttúrulega, þú veist, við vorum með svona live-sýningu og við fengum send skilaboð, þetta var ágætið sýning, við fengum rosalega mörg jákvæð skilaboð, það var eins sem sendi oss, þetta var ágætið sýning en fyrir mín part var mikið að tippa og kúka sögum og eitthvað svona, sko. Og svo bara spurning, hvað er fólk með línuna, sko? Og það var fullt af fólki að núti sem elskar að draga þessi línu til sín og bara, þetta er, þú veist, það elskar að vera í fætingum, sko. Þegar ég upplifa svo oft þegar ég er að horfa að hlusta á grín einhvern veginn að maður sér þetta kemur ekki frá illum stað sko. Nei, af hverju ættir þá að vera einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað illt úr já, akkurat veist, það er einhvern veginn minnst rosa skrítið einhvern veginn þegar að vera að hakka í sig grín já, það er náttúrulega gert alveg hægri vinstur og við erum náttúrulega eins og allir, það munur allir Helgi munur ekki lendi í því sko. Já, Helgi mun en ég held að það sem að, þú veist, ég horfi á það að þú veist, svona þeir sem að fara eitthvað harðast fram í réttrúnaðinum að þetta er oft bara, þú veist fólk sem að er gramt bara, það er bara gramt fólk að núti það er að glíma við gremju og gremja þarf að fara út, hún fer bara einhvern veginn út og þá er oft mjög gott að taka svona pottþéttar eitthvað svona, ef móðgast fyrir hönd einhverja þá bæði færðu að koma gremjuniðin út og þú viðar að þeir athygli fyrir að vera reiður og færðu pepp fyrir það og færðu, þú veist, hvatningu það finnst mér að vera svona, þú veist, það sem að gerist oft það verður einhver reiður fyrir hönd einhverja annara og þá fær hann einhverja með sér og það er klappa fyrir honum og honum líður vel, hann er búin að koma gremju frá sér og samþykki. Nú kannski þetta tala við ykkur að því erum tala hræðslu Kitti, þú ert með kompás sko því þar þeir voru smá hrættir svona öðrum ástæðum þar þegar þeir voru að gera grína er það ennþá hrættir? Nei, ég get sagt ykkur Benni er orðin og góðu gæi í dag sko. Já, ég veit það
Það er rosalega að myndi byrja aftur og byrja að lemja okkur. Það er fyrsta sem það myndi gera, þetta er að byrja aftur. Þarna voru það að gera grína af að kompástóttunum sem var nýbúin. Já, veist, við náttúrulega svo maður það er rosalega, náttúrulega erfiðaðir og svo líka þetta er svolítið Ari Grandi, sko, þetta er fólk ok. Hann er svona, veist, hann er rólegur, sko, hann segir, veist, nú ángar svo massa í mask, veist, það er svo ekkert annað skil, spáð í og það er það ekki báður í einu. Jú, svona rétt svo. Ég vil sé svona eins og symfónía, sko, þetta er svona, hú veist, da, hú veist alveg, já, svona alveg kemur, þú varst líka að byggja það svolítið upp, sko. Ok. Spáði því, það var svona þessar umsagnir sem var... Nei, við skulum þess að hinna ég segi, spáði því, þú veist, það er alveg, og svo kemur bam, spáði því þessar umsagnir, spáði því, og þessar umsagnir og komst spáði því, spáði því og þessar umsagnir sem komst með því. En á ég ekki að vera í mig penna líka? Þessi svilt. Getur við ekki sett þetta líka á brúskrím, eða mörgi? Það er alveg sen, sko. Ok, nærðu þið þessu alveg, náðu þið þessu? Ég næði þessum hérna. Ok. Er samt alveg lagi? Já, ok. Þú er ekki, ok. Þú er svolítið þást. Svona, má ég vera? Þarna það að gera grína Benna Olsar og Kompás. Já. Hvað leið langt frá því að þátturinn kom út þar til að þetta var stutt á milli eða? Mjög. Já. Mjög stutt á milli. Voruð þið hræddir? Já, mjög hræddur, sko. Ég fórum hann bara beint á eftir, bara daginn eftir, þá, þetta kemur í fréttablaðinu. Gerðu grína frægu Kompásmyndbandi. Það vorum að koma okkur að vildum vera frægir. Já. En svo voru líka hrættir við það. Á svona ásáttu þannig, sko. Og svo kem ég hérna að vera á Suðurlandsbraut sem ég bakari sem ég fer aldrei. Og einhver ástæðum þá fór ég bakari á Suðurlandsbraut. Sem ég bara, það er ekki til lengur, sko, en ég hafði aldrei áður farið í það. Sama dag og blaðið kemur út. Sama dag og blaðið kemur út. Og maður lappar hann inn og smá kokki og smá frægur, sko, hélt maður. Opna dyrnar, fyrsti maður sem ég sé, Benni Olsari, með blaðið. Og ég bara skoðaði þetta sama. Ég sneri bara við og beint út í bíl og hringdi í Helga. Og við vorum rosalega hrættið þessa helgi, þetta var föstudagur. Þetta var líka svo mikið af svona, á hvað er þetta að vera reyður við þessu? Þetta er góðlótlegt. Við erum náttúrulega ekki að grína honum. Peppa, já, það er alveg rétt, já. Við vorum búin að vinna rökræðarnar milli okkar. Já, svo kom einhver og sagði við okkur, en svo geta líka bara sekta ykkur. Já, það var líka aðal. Sko, ég veit ekki, það var svo... Erum við að sekta það þetta? Ég veit það ekki. Nei. Þetta var svo vinsælt á sínu tíma, að sekta fólk. Það sekta menn fyrir að hafa samband við rangar stelpur og eitthvað. Já, það var bara 50 skall, heyrðu það var ekki 250. Já. Hálf á morgun. Mitt. Mér finnst það geggjað. Þetta var skemmtilegt. En það var alveg tímbil sem ég gefið út bókina, það er að gera grína Þóri Grími Þráins og svo þetta myndband og svo er að gera meira. Svo kemur smá tímabil sem er einhvern veginn svolítið svona Skal bara láta það? Svona blanko. Dark Ages. Var það þá sem þú fórst á vanskilaskrá, Hjálmar? Það var það. Sko, hvenær fer ég á vanskilaskrá? 2000 og... Ég man það ekki, var ekki 11 eða 12. Ég er bara með einfælda reglu. Ég vinn ekki með fólki á vanskilaskrá. Já, ég held að það verið svona í kringu það. Já, ég held að þetta 2012 hefði bara verið alveg blanko ár hjá okkur, sko. Já. Og þú veist, við tölum saman í síma á hverjum degi, sko. Já. En við erum samt, sko, einhvern veginn ekkert að ná að gera neitt saman, sko. Við erum svona, þetta er svona dagdraum að kalla, ég held að margir tengja ábyggilega við það, svona langa til að búa til eitthvað, gera eitthvað. Já. Og tengja í gegnum það og svo rosa mikið af svona gagnrýni á aðra. Svakalega, svona sófakartöflu, svona, sko, þessi er að gera þetta svona. Sástu þáttinn hann í gær? Já, ekki gott, sko. Þú veist þetta, sko. Það eru rosa skoðanir allir. Já, rosa skoðanir og maður svona tengdi það ekki við að þetta væri bara svona vannmáttur að tala. Sko, mér fannst líka eitt, sko, sem gerðist. Það var, sko, við höfðum rosalega gott af þessari pásuveldi. Svona á milli okkar, sko. Þú veist, ég held að svona að fara í sikkur áttina og fara að reyna eitthvað aðra hluti, sko. Ég held að sé ekki þannig eitthvað, að þetta voru sóið ár þarna eitthvað. Alls ekki, sko. Ég held að við hefum haft rosalega gott af þessu, sko. Þú ferði að vinna á leikskóla. Þú ferði að vinna á leikskóla og Helgi verið business. Helgi verið business kall og bara með... Fyrst var ég glataður, business kall, átti ekkert. Já. Svo verði ég að læra á business og þá fór ég alveg inn í það. Og bara var bara mógull, sko. Svaka mógull. Já, var bara einn af ríkustu köllum. Einn af fátækustu ríkustu köllum.
hann vann í 5. flokki, ég var í utan Það er svona þannig, en sama, Já. áttalega með tekjur, Ég var- varst ekki með miljard á ári. Nei, ég var í 3. sæti í utandeildinni, stóð mig alveg Það er svona svolítið þannig, Já. undanúrslitið En byggar. maður þarf samt alveg að mæta á æfingarnar, þarf að gera Já, nánast já, alveg það sama á þessi ríku. Já. En Bara með ekki alveg sama ára okkur. En þú varst alveg með blúsandi tekjur. Já, það var því tímabili sem ég fattaði sko að ég ætlaði bara að ná stóra útborgunardeginum og þegar ég yrði komið með hann, þá getum við á Hjálma fyrir að leika okkur og Það er svolítið þannig, þá myndum við bara hafa gaman þegar ég væri orðin ríkur. Já. Þannig að þá myndi allt gerast. Þannig að ég, fram að því þá ætlaði ég bara að vera bara með hausinn niðri. En svo kemst maður bara því að það er bara blekking. Maður er bara að æfa sig að verða vinnufíkill og maður er bara að eyða lífinu sinni í að vera að vinna rosa mikið og halda að maður gera eitthvað skemmtilegt seinna. Já. Hvenær er það síðan sem að sko upprisan þín, eða svona upprisan, þið fannst náttúrulega aðeinslega að vinna á leikskóla, þannig að það var svo sem ekki... Mér fannst það bara alveg geggjað. Já, einmitt. Og ég hefði alveg verið að lengur eða bara launin, ég var með 227.000 launamáni, Einmitt. pældi, 227.000 launamáni, 8-4 og komst heim með hóra á öxlinni og bara gjössanlega búin eftir daginn, sko. Ég elska að vinna, 183.000 útborgaði eitthvað leika, sko. Ég er náttúrulega engin skattu, þannig sé tekið náttúrulega, þetta er bara einhver láleina laun, sko. En svo þurftur að borga meðlags, ég notabene var þá með 2 allt meðlag, sem ég var ekki ennþá búin að Þú varst með það í svona bara 8 ár. Það var alltaf, það var helviti góð skuld þar, sko. Og ég fór bara ekkert í það, ég gekk bara ekkert í það mál, sko, þetta bara safnast upp og síðan hérna þá borgar meðlag og svo eftir að borga húsalegu og mat og gera eitthvað, sko. Veist, þetta var bara alveg ridiculous, sko. Þetta bara gekk ekkert upp. Gengur ekki upp. Þannig ég fór að vinna fasteignarsölu, smá í augnablikinu, tíðanbili. Fórstu það meðltíðinni? Já. Áður en fórstu í Snapchatið? Já, sko, svo bara, þú veist, þar er ég að byrja snappið og svona, sko. Og svona aðeins svona þykra með áfram. Ég fekk, keypti fyrsta snjallsíma 2013. Var ekki fyrir 2013 sem ég fæði snjallsíma. Var ekki, fólk kom, var ekki 2009 eða 2007 eitthvað sem iPhone kom? Löngu. Það var bara svo gammal kall, sko. Svo varstu bara í Nokia 3310 frá því? Já, bara einhverjum, frekar slöppum síminu, sko. Ég var ekkert mikil símakall, sko. En svo er það allt í einu sem þú fær hlutverk í bíómyndarna og þá svona, það er svona frægðar sóliðín fór svolítið, hún rauk upp þá. Það var svolítið svona magnað það breyk, sko. Það gerði ótrúlega mikið fyrir mig, sko. Þú veist, það var alveg, og ég man eftir því þegar hann bað mig, Anton, að leika í myndinni og var ég bara strax til, sko. Ég var eiginlega ekkert að spá neitt í peningum, sko. Fulli vassar. Já, ég var ekki að spá neitt í því hvað ég fengi greitt fyrir þetta. Ég fannst það bara eitthvað sem ég yrði að gera, sko. Bara prófa þetta og hvað þá að vera bara ég var bara aðalhlutverki, sko. Þannig ég stökk á þetta, sko. Það var líka það sem að Hjálmar sannaði svolítið, sko. Það var að ég var alltaf ofhugsaðurinn í bræðralæginu, sko. Þegar við vorum að fara að gefa út bókina, þá vildi Hjálmar bara, þegar við vorum búin að gera 3 blaðsíður í Word, þá sagði hann, getur þú sendið þetta á prentsmiðuna? Ég alveg, nei, þá eftir að prófarka lesa, svo þarf að setja hana upp og það þarf að gera forsíðu. Hann var, þú veist, það er bara svo, þess vegna var hann góður á snappinu, það þurfti ekki að senda það nefn á neitt prófarka lesara eða kápuhönnun eða neitt. Þið betur verið ekki daðið til lengur í dag, það er allt horfið. Hvað? Snappið, já. En sko, svo fór ég að læra svo mikið af því að Hjálmar var bara svo mikið að láta vaða og þetta er svona perfection kills progress. Það var hann Dan Peña sem var einmitt sko að segja ef að verkfræðingar ætti að koma bíl út á markað, þá væri engir bílar til. Og ég búin að vera verkfræðingur sko bara frá því ég mann eftir mér. Það kemur ekki neitt út af því maður ætlar að hafa fullkomið sko. Þannig að sama þú sért að fara að láta, þú veist, bíl út sko, þú verður bara að hafa eitthvað sem ítir á go. Og Hjálmar var það fyrir mig svolítið sko. Er það ekki svolítið það sem við getum allir verið sammála einhvern veginn, en ég er að sjá þetta rosalega mikið bæði gegnum sjálfum mér í gegnum tíðina og bara á öllu þessu fólki sem er að tala við það er þessi fullkomnunar árátta sem er svo mikil ímyndun að svona ég get gert þetta þegar þetta er orðið fullkomið, en það verður aldrei fullkomið. Þannig að einhvern veginn að við myndum bara öll fara að æfa okkur meir í að bara setja hlutinu út, þóra að fá einhver viðbröð og ef viðbröðin eru ekki góð þá bara þýðir það að ég get gert eitthvað annað og bætt mig og eitthvað, skilju. Það er bara nákvæmlega þannig, sko. Er þetta ekki það sem er að stoppa okkur flest? Jú, ég held að það sé alveg horrið, sko. Innst inni hefði ég bara viljað að gefa út hæ podcastið þegar við vorum orðnir ógeðslega góðir í því og þættirnir væru allir fullkomnir. Og það þurfti rosalega mikið tilfinningalega bara fyrir mig. Ég var bara tilfinningalega slen í fyrstu þáttunum, bara svona pröfu þáttunum, fyrsta þættinu þegar Hjálmar sagði, já Helgi, þá erum við komnir í podcast, ég er bara svona, guð minn góður, ég nenni ekki að hlusta á þetta, ákveður að einhverja nenni að hlusta á eitthvað sem við vorum að segja þetta. Og þú veist, mér fannst bara svo erfitt að leggja svona mikið á mig og hugsa að það myndi kannski 100 manns downloada þættinum
mér finnst það bara svo erfitt að setja sjálf með það út og svo komum bara alls konar og svo hlustuðu á þætti og það var alveg, þessi þáttu var svona eitthvað og það bara senda út ekkert að klippa, ekkert að edita út og að læra á meðan fólk að hlusta, þetta er bara svo stand-up gæi, þú getur ekki lært nema bara að gera en ef maður hefði ætlað að vera ógeðslega góður og setja síðan þáttin út það gengur ekki, lífið er ekki svoleiðis og það er erfitt að setja sig við það Ég gat að vísa ekki verið svona tilfinningilega slenaður í fyrsta viðtalinu mínu hérna því að með Kára Stefánsson út um mér. Hann var ekki fara að gefa leiði eitthvað. Nei, bara hann einn og sér lætum hann vera vakandi, sko. Já, einmitt. Hann er bara þannig. Bara svoleið, sko. Hjálmar hins vegar alveg, sko, svæfi maður, sko. Nei, það er rosalega skrítið og þetta er það sem ég held að allir glími við sem er að setja sig á framfæri eða bara koma sér eitthvað út. Eftir allt er þetta bara þú og röddin þín. Og þá þarftu bara að vera, já, ég skipti máli, já, ég vil taka pláss, ég vil vera einhvað, skilur. Taka pláss. Þetta verður alveg bara svona, þetta er bara það, eftir allt, þetta er bara við eitthvað að blaðra, skilur. Þetta er merkilegt, sko. Já, þetta er það. Þetta er merkilegt. Ég held að lífið sé miklu, sko, einfaldara en við höldum að sé, sko. Og allt þetta er bara, lífið er svo ógeðslega einfalt, sko. Það er flækt í skólum. Það er flækt í skólum og það er bara að reyna að flækja okkur alla ævi, sko. Það er allir, og með þess að við sjálfur erum að reyna að flækja eitthvað. Það er allir að reyna að flækja eitthvað annan, sko. Svo er þetta bara eitthvað ógeðslega einfalt, sko. Við erum að setja hnúta upp í framheilan okkur öðrum, en við ætlum að reyna að hugsa okkur í gegnum eitthvað og gera ekki neitt. Halda, þú veist, það er alveg ruglað, sko. Hvenær er mómenti sem að þið síðan, svona, sem þetta tekur á flug hjá okkur aftur? Þið voru að brasa rosa mikið og síðan tekur þetta flug aftur. Hvenær er það? Sko, það er svolítið fallegt, sko, að því að við eins og þú sást kannski á klippin aðan að við erum alveg með, þetta er ekkit ólíkt podcastinu. Nei. Þetta voru bara svolítið við og var alltaf þessi kemistri á og fyrst erum ég og Hjálmar að upplifa hana bara í símtölum bara þegar við vorum í Brimborg og vorum að stelast til að hringjast á milli á vinnutíma og vorum að tala og ég man að Hjálmar sagði ekkert ég geti talað endalaust við þig. Ég get talað endalaust. Þú er svo skemmtileg. Og ég fekk svona bara, þetta var svona stærsta klapp á einhvern veginn sálina mín og ég var bara, vá, það er gaman að tala við mig. Og og það einhvern veginn, sko, en við höfðum ekki, sko, sjálfstrúna til að gera það af, þú veist, við gáum bókina og maður getur verið að alls konar sprikla og gera eitthvað, en það skorti bara trúna á, bara, heyrðu, við erum bara the shit, við ætlum bara að halda áfram. Þá hefur ekki innistæðina. Þannig að við gáttum gefið út eina bók en það gefur þér engin kredit, þú gefur út eina bók og svo bara gleymistu. Þú færi ekkert auka pepp fyrir það. Þó hún hafi verið, sko, 3. mest selda bók ársins það árið fyrir jólin og jólalistunum. Já, á jólalistanum. Þá var hún endað í 4. eða 3. sæti. Eftir áramót svo bara gleymist það og þá voru við eitthvað svona að reyna og rembast að gera eitthvað. Svo er það eftir að ég gengi gegn dimmadalinn og gengi gegn það bara að vera mega þunglindur hérna og snúa fyrirtækinum við og fara all in í business. Hjálmar er búin að fara í gegnum, þú veist, þú áttu nú líka dimman tíma í alls konar kjaftaði, vanskilaskrá og svona eitthvað og kærustur sem að verður ekki talað um hér. Það má ekki tala um allt, sko. Og en svo komum við, þá er Hjálmar búin að leika í bíómynd, ég er búin að ganga gegnum businessleikin og við svona setjum okkur saman og búum eitthvað til, bara svona eitthvað, þetta hljóma fárlega einfalt. Búið til podcast, þú redda 2 mikrofónum og þú byrja eitthvað að bladra, sko. Sko, það er nefnilega eitt við Helga, þú getur treyst í að hann gerir hlutina vel, sem er rosalega þægilegt. Þú veist, það er rosalega gott að hafa þannig gaur með sér, sem að bara, tala um podcastið, og leiðan fór að tala um þetta, að þá, ég sagði dögtum að við hann, ég sagði bara, ég veit alveg þetta mun ganga upp. Eins og bara þegar hann er all in í ykkur þá er hann, þú veist, þá gerir hann það vel, sko. Svo kem ég bara með púsi, hendum þessu út. Þú veist, en þú ert alveg garantér að hann mun gera þetta almennlega, keypti góða græjur, fekk Arna tökumann, fundum stað, þú veist, eitthvað til að gera þetta. Hólfaði niður þættina, þú veist, svona, sko. Og búin að pæla í þessu. Heldur vel utan af þetta strákurinn? Heldur mjög vel utan af þetta, sko. Það er rosalega mikilvægt, sko. Þannig ég reynir svona, þú veist, að senka hlutunum og Hjálmar reynir að gera það á fljótt. Já. Þannig að við erum svona... Það er eiginlega bara akkurat mattsið, sko. En talandum þetta með að setja hluti út og veit ekki viðbröðin. Þú varst í að setja þessar Snapchat karakteraðin út á fullu og
Það er náttúrulega einn af þeim sem bara hefur einhvern veginn orðið að bara tekjulind og það er hvítvínsskonan. Bara fenanum. Fenanum. Þegar þú ert að setja út, þá ætla ég að gefa mér að þú hefur ekkert endilega sjálfur hugsað að hún yrði málið. Aldrei nokkuð tíma, sko. Og ég skil bara ekki stundu hvernig það verður, sko. Það er bara svo málið, sko. Þetta dæmið þetta með hvítvínskonuna. Þetta er eiginlega bara eitt skipti sem ég horf á vinkonu mína á Snapchat, kem inn, eða fer inn, út, setja með hárkolluna sem amma mín átti, tók krabbameini og hárkollan hennar. Má segja þetta? Ég veit það ekki. Nei. Þetta er áhugavert. En það er, þú veist, ætti ekki að vita það, sko. Ég er náttúrulega hárkollan eina hárkollan hennar, sko. Og það er ekki eitthvað vandræðing, þetta er bara fallegt. Þetta er bara mín svona... Bara heldur minningarnar á lofti. Ég er að segja það, þetta er bara svona mitt svona bara til hennar, sko. Og þannig að ég svona, þú veist, fer hann út, setja með varalit, setja eitthvað tepp utan á mig og segja eiginlega bara basically það sama og þær voru að segja, nema ég ígið aðeins, sko. Þær voru hjólatúr í Króatíu og hefðu þetta ógeðslega gaman og voru bara stoppuð á hverju þorpi og fengu sér hvítt og eitthvað og þú veist, þetta var bara svona, þetta var alveg ótrúlegt. Hjálmar er mjög lélegur að fela þegar hann gerir grína eitthvað. Hann basically hermir bara alveg eftir viðkomandi. Hann getur alltaf breytt nöfnunum. Það er nánast sem ég hef notað sumuna. Ólafur heitir Óli, það er svona eina. Og þannig að ég svona bara, svo fer ég bara inn og fer bara að sofa og svo vaknaði þetta eftir og var bara gjörsamlega á Facebook, þá bara sprungið, skemmtikrafturinn Hjálmar á Facebook. Og þá var, ég held að séu, yfir 130.000 views eða eitthvað á þetta vídeo, 1600 like og einhver 500 komment eða eitthvað. Og þetta bara, hún bara sprakk þetta, sko. Og ég held þetta hafi verið 2016 eða 17 eða eitthvað. Þetta er eitthvað, Það hefði ekki verið þægilega fyrir þig ef það hefði eitthvað annað karakter sprungið út, þannig að það hefði ekki þurft að fara að klæða því þess að mundering í hvert einasta skipti og það hefði verið geggjað að það bara verið ég. Nei, ég meina gröfugæinn eða eitthvað, skilurðu? Hann var að bera ofan. Hvernig sko, því nú hugsa ég alltaf þegar ég geri fullt af hlutum sem ég elska að gera. Halda fyrirlestra, taka viðtölu og svona. En það kom alveg dagar þar sem sérstaklega maður endurtaka eitthvað. Það sem að maður svona, ég hugsa alltaf Peter Sellers sem frábær leikari og dreymdi alltaf að gera eitthvað alvarlegt en fólki vildi bara bleika Partisan. Og hann var bara mega þunglindur að bleika Partisan aftur og aftur og aftur, sko. Þetta Clouseau. Að hljóta koma einhverju laugardagur eða kvöld þar sem ég er alveg bara þar sem þú segir, ok, nú er ég að fara að vera setja á mig varalit og vera kona ég fara í hópa, fullar konur þú veist. Sko, veist að ég get sagt þér eitt að sko, þetta er sko, málið er það er eitt sem fyrir gennum hausunum manni verði ég aldrei þekktu neitt annað sem enn hvíti, sko. Það gerist alveg. Veistu, því fólk kemur bara, hvíti, sko, hvít. Nei, ég er Hjálmar grínisti og, þú veist, en þá erum að passa sig. Það sem ég reyna að passa mig alltaf. Ég má aldrei taka sjálfa mig alvarlega. Ég má aldrei vera eitthvað, ég er þekktur fyrir að vera frábær sölumöður, þú veist, eitthvað svona. Þú veist, ég er með farsælt podcast, skilur eitthvað við. Það er svo auðvelt að fara í svona eitthvað að verða ósáttu við að vera þekktur sem eitthvað sem þú byrjar á, sko. Maður er þetta sé þetta ekki grínista bara í gegnum tíðina, sko. Eins og að segja, með Peter Sellers. Ég vissi þetta ekki, sko. Þetta meikar alveg sens. Þetta er svoleiðis. Já. Þannig að ég elska hana. Og ég elska að fara í gerfið, sko. En það kemur fyrir, það sem að ég kem bara, Jesús, hvað ég nenni sig í maður. Þetta grínast í mér. Þú veist, bara eitthvað laugardagskvöld og ég er bara, ég hef sagt það við Helga, ég er bara 4-5 gig, sko. Svo leið og ég búin með fyrsta, það er í fyrsta. Og maður sér hláturinn og alla galsan, það er bara eins og bensín, sko. Þá elska ég þetta. Þetta, sko, fyrir mér er þetta, ég er náttúrulega fór með Hjálmari, sko, og hef farið nokkur skipti það sem hann er að fara. Man eftir einhverju kvöldi núna í vetur. Já. Svona einhverju bara kvöldu, janúarkvöldi eða eitthvað, ég man ekki hvernig þetta var. Já. Það var bara svona kalt svart kvöld. Ég var bara búin að heima, hann var bara búin að heima á sér, maður bara kom úr einhverju svona sófahangsi yfir í það að maður er bara inn í einhverjum bíl og við erum bara að spjalla hérna rólegu nótunum eitthvað. Já. Og hann er bara að fara að klæða sig í, hann er að fara inn í gleðskap. Það sem fólk er búið að vera að tjatta sig í gang, helli sig áfengi. Hann þarf að taka sig úr sófagírnum yfir í það, vera ekki bara hress. Ekki bara hressar heldur en fólki, bara mega peppaður. Já, taka alveg yfir veisluna. Hann þarf að taka yfir veislu úr því að vera í sófa. Ég hugsaði það bara svona því ég satt í bílnum, ég hugsaði bara, það var ekki hægt að borga mig fyrir að gera þetta. En sko málið, það er eitt... Þetta er orkudrykkinir. Já, ég ætla að segja það, orkudrykki hjálpa, engin spurning, og ég er ekkert feimur við það. Þetta er eitthvað að, þú veist, veit að maður á ekki að vera eitthvað mæla með orkudrykkjum, en þú veist, það hjálpar að gíra sig í gang, svo líka annað sem hjálpar að það að koma sér í gírin, þú veist, ég fer ekki bara 10 mínútur í sem hún. Nei. Ég sit oft í bílni, ég hlusta á lagið með Chris Farley og
veist, ég tek svona lítið á skilabóðinu, tek smá ræðu og ég að varleita mig og það kemur eitthvað svona smá hugsun hana inn, þú veist, og ég kan segja alls ekki að ég detti í hana sem karakterinn, mér líður rosalega vel í henni, sko. Peppar þig í gang. Peppa mig í gang, sko. Mér líður rosalega vel sem hvítuskona. Þú veist, mér líður ekki illa sem karakter sem hvítuskona. Hvað bensínið þitt, Helgi? Það hjálpar að segja, sko, bensínið þetta með hvítuskonuna, með hláturinn og svona, því þau eru með podcast, því það kannski meira eitthvað sem ég þekki, maður að taka viðtöl eða þá fær maður meira kannski viðbröðin ekki beint í æð. Þú færðu eftir á. Já, með podcast. Já, bara svona í því sem þú ert að gera. Hvað finnst þið vera, að því það er annars konar, þetta svona með bara, ég ótt að vera pæli í þessu, þegar maður eitthvað svona ekkert frábærlega fyrir kallaður kannski, að þá er þetta svo mikið bensín þegar þú ert á staðunum eins og bara þegar þið voru með live-sýningun ykkar, þegar þú ert með fólk fyrir fram að þig. En síðan eru þið kannski svo núna með podcasti, þá fáðu þið fullt af skilabóðum, það er allt annars konar. Einmitt, sko, ég legg rosalega mikið upp úr því að reyna að vera bara í góðu skapi og vel útkvildur og bara svona peppaður þegar við hittumst, þegar við förum að taka upp, sko. Að því að in the end, sko, þá er það sem við erum að delivera inn í podcasti á ekki raun og gera neitt annað heldur en bara það sem við erum að upplifa reglulega þegar við hittumst. Podcasti er bara svolítið svona, kannski bara sýnishorn af því þegar við hittumst. Og það er allt þetta bull sem að, þú veist, kemur upp úr okkur, eða svona fyrir á milli okkar, og það er bara ógeðslega gaman. Bara að finna bara shit, bara nú erum við að bara fá eitthvað svona, og ég vakna ofta á mótnana, þá kemur eitthvað svona gluggja sem ég fæ allt í einu bara einhverja hugmyndir, bara eins og þú veist, eitt sem var ógeðslega vinsælt, það var hérna Litli Hjálmar. Hjálmar mátti velja hvort það myndi fá auka ljósu í sambandið, kona sína, eða lítinn Hjálmar sem væri, þú veist, sem væri ekki svona meter og væri svona aðeins vittlausar en hann en gæti listan af í gengum. og þetta var Hjálmar svona, og það er meðan allan dag. Já, og hann væri bara á heimilinu og væri bara alveg eins og Hjálmar og þeir væri, þú veist, bara myndi mattsa fullkomlega saman. Það er eitthvað geggja við að sjá fyrir sér einhvern meter sáan Hjálmar. En hann var náttúrulega á ljósu, sko. Það var nefnilega, svo kom það upp, alveg, ég held ég myndi vilja hann, þá sagði ég, þú getur gengið inn á hann og hann var að sofa hjá henni. Það var hann. Var það sem stoppaði? Það var það sem, já. Það var svona bara ákveðnir hluti sem maður var það svona. Hans kannski óþægilegt að verða að sjá sjálfa sig á ljósu heldur en jafnvel einhvern annan. Lítið sjálfa sig. En þetta er, þú veist, en svona dæmi eru bara, það sem kveikir svolítið í okkur, það er bara að vera þarna. Já. Hvernig var í COVID-inu núna þegar COVID byrjaði? Já. Þú dast út? Nei. Jú, næstu. Nú er ég bara. Nú varstu að hugsa hvort þú værir of sköllóttur. Er ég of sköllóttur? Það var þegar COVID byrjaði, þú veist, farið þó að hugsa hérna að þetta var svona, að koma sérstaklega, kannski ekki alveg núna, svona tímabili sem allir voru, maður, þegar maður er að gera eitthvað svona grín, við megum alls ekki tala um COVID, eða verður maður að fara í eitthvað milliveg? Sko, meira bara að gera grín að COVID? Ég bara þegar það er svona, og það er eitthvað svona stemning í samfélaginu þar sem allir er að tala um eitthvað, sem er eðli málsins samkvæmt smá alvarlegt, og einmitt talandum þetta sem við erum að tala um á það svona má ekki gera grín. Hvar, þú veist, tekum maður þá bara ákvörðunum að skauta fram hjá þessu eða fer maður einhvern veginn inn í þetta á einhverjum ákvörðum forsökum? Ég hugsaði þetta. Ég var með ákveðið COVID-grín sem ég tók eitt karakter sem var útskýra hvað þetta væri og eitthvað svona, sko. Svo hugsaði ég alveg, sko, grín getur verið rosalega mikið svona backfire á þig, bara ef 1000 Íslendingar hefur dáið. Þannig að við erum að fá frumsýningu á COVID-gríninu hér? Já, það er löngu komið, sko. Það fór út, sett á Instagram, og það var karakter sem heitir Bjössi Sigurbjörns og hann var að útskýra hvað COVID var. Og tók hann einhver, blessaðumestari, getur þú sagt það að það er eitt sem að þið, hann tala svona, sko, svona besserwisser, sko, og hann tók, sko, COVID og það er svona orð, þetta hefur verið gert, sko, það tekur sé og vaffiti, ekki verið gert þetta, en skilur, og sagði, þetta er bara, raun og veru, þetta er Oasis að markaðsvita plötuna sína. Já, ég sá þetta. Já, þá var það, sko, tók hann COVID og breytti í Oasis og svo var 19 og snýraði við, það er 91, en Oasis stofnum 91. Þetta var svona eitthvað bara en vandamál er að þú gerir eitthvað svona mikið grín að eitthvað svona alvarlega eins og segir, sko, svo er bara 1000 Íslendingar dáið og bara fullt af fólki bara þá er svona það getur allt bakkað, svona auðvelt að bakkfæra öll á því, sko. Þú veist líka með gott grín sem var hérna, þú ætlaði að fá mig og fleiri með ryggsugur og það hefur verið geðisfundið geggjaða hugmynd með COVID-grín. Ég ætla að setja á TikTok. Ég ætla að segja að the Icelandic army and the Icelandic government has a people out there who is vacuuming the air. Það er að ryksu á COVID.
svo ætlaði að láta Helga og fleiri sem ég þekkti að vera í svona búningum einhverjum sko og þeir varu út alltaf rigg svo út í lofti og svo kem ég svona út og þá myndi Helgi öskra svona í einhvern herbúning eða eitthvað Get inside! Sir, you can't go outside, get inside Ég var geggja peppar að taka þátt í þessu Ég var mega peppar, svo bara byrjaði COVID bara alltaf vest og sem að ok, ég fer ekki að gera þetta Það mátt ekki Nei, og eiginlega nú ekkert að gera þetta lengur Þetta er búið Maður gerir þetta næsta sjúkdóm Já, COVID er búið Ok, flott, gott að vita það COVID er officially búið En ég er svo geggjað hérna Hvað finnst ykkur Bill Gates? Bill Gates Ég bara Góða tölvur COVID Það sem að gerast í kringum COVID-ið er að þetta er einhvern veginn búið að færa sko, samsæriskenninga á hópurinn Já Sko, hann er einhvern veginn að verða meira mainstream og þetta er að verða miklu stærra og þú veist og það er svona Þú ert náttúrulega anti-COVID maður þú vildi meina að það væri ekki neitt Vildi ég meina? Já, þú og Helgi Vildi ég meina? Þið voruð á barmið þess Sérðu hvað hann er að gera hérna Nú er hann að reyna að fá pólitískt rétt á hópinu á móti okkur Sko, ég var náttúrulega 27. febrúar var ég hættar að faðma 27. febrúar, officially á sýningun okkar live-sýningun okkar Ég var hætt 2003 Ekki aftaði 27. febrúar Varst þú hættur að faðma þá? Ok, það er sérstætt Ég var sem foreldrar mína, sko Já, ok, ég vissi það ekki Betur en þú Ég held að ég hef verið einn af þeim fyrstu, sko En ok, ég hitti Ölmi í dag og ég sagði það, ég hef verið einn af þeim fyrstu Hún gaf honum stjörni í bókina sína þegar það voru duglegur Þannig að ég tóku sem ég alvarlega þessu COVID-dæmi, sko Já. En svona annað en ég skil alveg því þú veist Þú líka notar þetta sem hatt fyrir alls konar Þeir eru hörku formi báðir og þú veist kannski höfðu minna áhyggjur þessu en við sem erum kannski aðeins að vera formi og orðin er eldri sko Þannig ég var að taka þessu bara alvarlega sko Jesus, já, ok En ég finnst þetta bara, ég veit það ekki, mér er svo geggjað einhvern veginn hvernig, ef maður, að því ég er farin að horfa á þetta allt líka fréttir og fjölmiðlun sem meira sem entertainment, heldur eitthvað svona hátíðlegt og alvarlegt. Og mér finnst svo gaman einmitt bara að velta þessu öllu fyrir sér, sko. Þú veist, einhvern veginn hérna, æskilið. Ég held að þú hefði sagt um mig svo mikið sem má ekki segja. Hægt eftir því að allar neikvæðu fréttirnar, Helgi og líka minnast á þetta, sem voru í gangi rétt ára en COVID byrjaði, þær bara hurfu. Þú veist, það var bara COVID, það komst ekki annað, sko. Loftlagsdæmið þetta, þú veist, það bara hætti allar að tala um það. Þú veist, jarðskjálftinn og allt þetta dæmið þetta, eldgósi sem átt að vera í Grindavík, allt þetta sem er búið að stanslaust ræða okkur með, sko. Sko, málið er bara athygli, við erum svona eins og lítil börn. Þetta er svona meðan að athyglin er á einhverju. Ég heyrði til mér bara í fréttatíma sem ég veist alveg geggja, það var bara svona, já, það lítur út fyrir að COVID síðan, þú veist, þegar við vorum að lendi því að voru 5 dagar án smita og það var verið að opna, þá enduðu þið fréttatíman. Búist við því að alltaf 70% þess pláss sem við búum að núna veði óbyggilegt eftir 50 ár. Já, mitt. Þetta kemur fram og það bara, já, þeir eru að klára núna þennan ótta, nú þurfum við að fara að byrja aftur í gamla góða loftslags og svo getið ímyndað ykkur í Bandaríkjunum þegar að, þú veist, COVID er búið í gangi, allir að pæli því. Nei, svo kemur bara eitthvað meira ástand. Núna bara, þú veist, fara allir að eitthvað mótmæli og þá er COVID bara eitthvað staðar enginn að pæli því, sko. Það er bara eins og við þurfum alltaf að hafa eitthvað til að vera til að traumatæsast yfir, sko. Sko, það er kannski svolítið þetta. Mér finnst þetta svo rosalega áhugavert. Ég veit ekki, kannski er þetta bara hausinn á mér. Ég er svo upptekinn af þessu einhvern veginn með að af hverju getum við ekki rætt saman? Þú veist, af hverju trillist fólk ef maður er með einhverja aðra skoðun? Af hverju fer svona fólk svona rætt í hneykslu? Ég er einhvern veginn svo upptekinn af þessu daganum. Mér finnst þetta svo áhugavert og eins og bara með þetta því við erum nóg gamlir til þess að muna eftir alls konar svona, þú veist, fyrsta var kalda stríðið, sko. Jú. Það voru bara allir að fara að deyja út af því. Ég var mjög hrættu við það. Svo eru búin að koma náttúrulega bara alls konar. Bermúdaþrýningurinn, ég var bara skítrættu og hann í mörg ár, sko. Hvað var það eftir? Það var flugvélar sem bara fórust og engi vissi hvert það fóru og það var rosalega dæmi, sko. Svo kom náttúrulega fuglaflensan og SARS, svínaflensan og það er megin, sko. Þú veist, það var náttúrulega, þú veist, kjarnorkustyrjöldir og allt þetta. Þar áður var náttúrulega bara Biblían skrifuð og það var alltaf verið að bíða eftir syndaflóðinu og við vorum alltaf bara, við erum bara þannig að við erum alltaf að bíða, þetta er svona kollektíft óftin endanleikan og hann birtist í einhverju, þú veist, þið voru með Biblíun og þá er það bara, þú veist, ekki bara Guð, bara kemur og skólar yfir allt og við höfum, og svo hittur bara fólk og það eru margir sem elska að vera heimsendaspámenn og þeim finnst gott að koma og segja nú er endurinn nær, af því að þá eru þeir svona eins og Nostradamus og betur hvað, fá rosa athygli fyrir að vera svona eitthvað yfirvaldi í því þannig að, þú veist, þetta er alltaf í okkur
og núna þú veist, jöklarnir að bráðna og þú veist, bara ok, þú veist, og hvað ætlum við að gera, skilur? Það er rétt. Hvað ætlum við að gera, Hjálmar? Ég persónulega ekki hræddur við loftslagsbreytingarnar. Nei, þú er komin á það. Já, þú ætlar að hafa Volvoðinni, þú er ósáttu og fólk þá kveikir á Volvoðinninum og svona gefur í til að minga. Það er ekki alveg svona þessi Helgi aðeins að taka þetta úr samhengi, en það er allt í lagi. Ég fann bara eitt sem gerist, það var mjög magnað. Í þessu COVID-dæmi, að þá ég hætti bara að flokka. Einmitt. Þú veist, ég er ekkert eitthvað að fela það. Ég hætti bara að flokka. Ég var bara svolítið fokkit. Þú veist, bara, nú er þetta bara í gangi. Nú fær bara náttúruna, nú hefni ég bara náttúrunni, sko. Já. Ef hún ætlar að henda á þessu vírus á okkur. Já. Skilurðu? Þú veist, hefningin. Já. Klippa þetta út sjálf, þetta er ekki. Mér finnst þetta mega sens. En nei, þetta er samt áhugavert, sko, því að segja með Bill Gates og svona, þú veist, ég ég er eiginlega ótrúlega oft sammála síðasta ræðumanni. Þú veist, ef einhver segir mér að Bill Gates sem eitthvað planum að, þú veist, microchip okkur öll og bóluefni sér til að gera okkur öll veik og til að stjórna okkur og þú veist, og ég er eitthvað samsæriskenningamæður bara að segja mig þetta í dítelum, þá er ég bara, og þú veist, og Jörni er flöt í leiðinni, þú veist, ef hann bara segir mig nógu mikið, þá er ég svona já, þetta, ég get svo svarið það. Já, sem mér er svo áhugavert þegar það er bara að viðtal tekið við Bill Gates og CNN núna fyrir ekkert svo löngu síðan og það er með, ég held að sé með svona 10 svona fleiri áhorf heldur en meðal áhorf á CNN og það er með 15 svona fleiri komment og kommentin eru nánast undantekningarlaust öll neikvæð og þá hugsa maður bara ef að Bill Gates er bara æðislegu gæi og hann er í alvörunni bara að eyða öllum auðnum sínum í að hjálpa Afríku bara hvað gerði grei gæin til að verðskulda þetta sko? Já, ok. Skiljið, það er hinliðin, þú ert ekki alveg inn í samfélags... Nei, ég er ekki alveg inn í þessu vídeo. Nei, þetta er bara að verða svo áhugavert, sko. Þetta er að verða, og líka algoritmannir á netinu, hvernig þeir einhvern veginn, ef þú byrjar að skoða eitt svona vídeo, þá færðu annað og svo þriðja, og svo veist það, ertu bara specialist í þessu. Já. Þannig að, minnst þetta verður einhvern veginn svo áhugavert í því sem er að gerast núna, það er einhvern veginn, heimurinn er að fara svo mikið í tvo hópa, sko. Jú. En það er líka áhugavert í kringum allar styrjaldir og áföll og datara. Þú veist, ég menn það er ennþá, þú veist, fólk sem afneitar því að helförun hafa átt sér stað og þú veist, það eru alltaf í kringum stóra áföll, þá bara partur er bara afneitun og þú veist, það koma alltaf einhverja raddir sem segja bara nei, hvað með þetta og í kringum svona stóra atburði, þá er þetta bara, þú veist, nei, nú er stóri bróðar að fokki mér og það er bara svona allar vísbendingar að sé að gerast eitthvað. En hvað, skilur mig, hvaða stóru samsæriskenningar hafa í raun og verið síðan, ég veit ekki, skilur mig, hvað stóra samsærið í heiminu, það er engin náðu neinum almennilega, það var Watergate neyklið og hvað síðan, skilur mig, hver Watergate, never thought I'd ever wait. Það er annar lag. Já, en ég veit náttúrulega, ég veit svo sem ekki mikið þetta, sko, en Nei, Hjálmar hefur ekki Hjálmar mun gefa þessir yfirlýsingu eftir á morgun þegar hann verður búin að skoða þetta. Það er búin að kíkja á það. Ég þarf að fara að skoða meira svona vídeo. Kíkir á Gatesarann. Og kíkir líka á svona gamlar rústir og svona dót sem segir okkur að menningin hafi verið öðruvísi og nei, ég er bara að byrja að ruggla, sko. Það er náttúrulega ekki geggjað, sko. Það er til alls konar, bara eins og fyrir að kafa hann í hvernig píramídarnir voru byggðir, sko. Eða eitthvað, og þú ert bara eitthvað, það er bara, eða þú fyrir hann í geimverufræðin, eða, bara sama hvað vilt sannfærðu, það er bara í bóð. Þú vilt sannfærðu allt, alveg hárrétt. Það er svolítið. Ég ætla að fara að leyfa ykkur að koma ykkur, þú ert að fara að ná í börnin. Það er ekkert stressað, sko. En sko, ég vil þá kannski koma inn á hérna. Já, við ætlum að koma inn á okkur kostunaraðala. Já, við ætlum að þakka kærlega ríkisstjórn Íslands fyrir að hafa styrt okkur í þetta. Nei, ég vildi segja ástæðin fyrir því að ég var að segja þegar Hjálmar var geggjastlega desperate að fara niður í bæ að hitta krúnurókuðu stelpuna sem að, þú veist, ok, bara til að segja staðrindin, hún var svona krúnurókuðu 1.50 og ég er ekki að segja það sem er niðrandi. Ástæðin fyrir... Hún var stórglæsileg. Ég hef alltaf verið sökku fyrir krúnurókuðum konu. Já. Ég hef alltaf finnist það að vera svona eitthvað. Eins og Sinead O'Connor? Nothing Compares ofsalega myndaleg og rosa myndaleg. Ástæðin fyrir ég sagði það er það að Hjálmar var rosalega nýti og það er náttúrulega að skila sér aldrei í því að maður, nýti er bara versta viðrestu tækni. Það er lýsika fund og vera bara please. Þannig að það náði einhver gæi að svúpa sér inn á þessa stelpu. Nema hvað, hann var jafn hár og hún og líka snóðaður. Þannig að þegar ég sá Hjálmar vera að reyna við stelpuna og hann var svona eitthvað fyrir aftan hana,
þá sá ég alltaf þetta var gaurinn og þá var hún fyrir framan hann þá var Hjálmar búin að tapa fyrir gæja sem að leit alveg út eins og stelpan sem að jafn hár eins og hún og snóðaður þannig að þetta var svona og þannig að eftir alla sko maður skorar ekki öllu leikjum stundum með maður bara, þú veist þá fann hún einhvern alveg eins og sjálfa þetta var alltaf að finnast dæmi í heimi Hvað myndið þið með láka að spyrja ykkur í lókjum sitt ykkur í lagi ef þið mætti vera með auglýsingaskilti í sólarhring sem allur heimurinn myndi sjá Þetta frábært Hvað myndið þið vilja stæða á þessu auglýsingaskilti Vá Þetta svakara, ég myndi setja reikningsnúmerið mitt Þetta var fullt af pening komið inn og ég myndi gera leggið inn á Hjálmar og þá myndi ég alltaf segja helmingunum til mín þegar ég að styðja við Frumlega svar maður Ég veit ekki, er það ekki? Hvað myndið þú gera Helgi? Ég hugsa að Helgi var með mynd af sér í hörku formi upp á einhverju jökli og Tinder prófælinn sinn það er bara frábær uppástungu Hjálmar en þetta er alveg góð spurning þetta er svona bara hver eru skilaboðum manns til heimsins ég myndi ekki bara að segja samt að þetta var að segja eitthvað world peace nei stoppið global warming aldrei ég held ég myndi bara það sem er mikilvægast fyrir mig þú veist, ég held að sé bara hætti að taka eitthvað svona alvarlega það er góð setning sko Ég með tillögu fyrir þig Hjálmar Ekki ofhugsa Það er þetta mjög gott Eða bara Nike, þú verður með Nike's logo Just do it Just do it but don't be too serious Það vegna þess að í öllum sko þrautum sem ég hef gengið í gegnum öllu þessu dæmi og endanum það bara versta sem maður hugsaður maður degi skilur en þú deyr hvort þið og þú veist, þetta er svona, nei, ég er að fara þú veist, og hvað? Maður deyr allar nætum, maður fyrir að sofa og maður veit ekkert að maður er til og maður myndi ekki vakna aftur þá hefði maður ekki hugmyndum maður hefði dáið þetta er bara, þegar maður deyr bara skipti vitundunum form, hún er farin Ég hugsaði en daginn, hann læðist í niður fór að svo fekk ég svona, ég held ég að fengi vakt hjartaáfall ég held það ángríns ég fekk svona rosalega skrítið það var ekki svo ég milli svefs og vökveldi ég misti brandan, ég held að vera svona lítið hjartaáfall Ég hef alveg fengið það, sko þú veist, getur bara ekki séð það ég held maður getur farið í svona test og getur maður séð þegar þú fengir nokkur hjartaáfall ég held það sé á hjartaáfall hjartaáfalltestið alveg rétt sem Landspítalinn býður það er svolítið og ég hugsaði bara vá maður gæti actually bara að fara að sofa og ekki vakna aftur maður gleymur það er bara mikið stór möguleiki á því sko. og þá segja alltaf allir grípið í daginn njótið í dagsins svo gleyma þessu bara allir í amstæðum dagsins 90% fólki bara gleymur sko, ég kalla þetta the cosmic joke fyrsta lagi er náttúrulega mjög þunglindislegt það skiptir ekkert máli þetta er bara, við erum bara það skiptir ekkert máli en á hinliðin er það ógeðslega fyndið og frelsandi það skiptir ekkert máli það er nefnilega málið sko þetta er bara þú gerir eitthvað heldur bara Instagram-sögunni þinni inni skiptir ekkert máli þú bara kemur inn og fyrir út ég sökka fyrir því að skoða fólk sem eru þú veist dáið henni gamla dag og eitthvað svona Íslendingar og eitthvað sem maður heyri eitthvað minningasjóður eða minningabíkar eða eitthvað maður fyrir að skoða viðkomandi það er kannski ekkit lengur hann en það hefði rosalega áhrif á sínum tíma á okkur sko, sem segir mig það bara við skiptum ótrúlega litlu máli sko. En það er samt alveg ógeðslega gaman að vera til sko. Já, er þetta ekki svolítið svona æmitt, það sem að miskilst oft þegar maður er að tala um þetta, það er í raun og veru þannig að ekkert skiptir máli en samt allt skiptir máli. Það er svolítið þannig. Það er að segja að þú veist, þegar maður fyrir að horfa í að litlu atriðin í hverjum einasta degi er bara lífið, það skiptir allt rosalega miklu máli. Já. En í stóra samhenginu þá erum við bara samkvæmt þá erum við bara hann sko. rosalegri vorðinu Helgi fer, bara þá kemur þú bara inn okay. En það er svo gaman að vera all in skilur þetta er ekki, það skiptir ekkert máli ég ætla að vera þunglindur þetta er bara, þú veist, gerða allt að því að skiptir en svo gaman að því að það skiptir allt máli, skilur, hinum endanum sko. Það er djúpt og gott Ég ætla ekki að spyrja út í Rapp Franklin eða neitt svoleiðis, tökum það síðar Já, prógrammi sem að formið Ég hugsa til hans á hverjum degi sko. En það dugur ekki Ég er ennþá með Bumbu Hann er búin að koma til þín Hann er ekki búin að koma til minni Nei, þú er búin að fara til hans, já Ég er búin að fara til hans Það er ekki ekki, ég mæli með því Hjálmar ætlaði að vera búin með, heyrðu, júní Já, nú er bara 2-3 dagar það verður stóra testið Já, þá var Ég ætlaði að vera búin að missa 6 kíló Þá var það Dele Alli peysan 13 kíló, að því að Logi er 13 kíló Þú ætlaði að komast í peysuna sem Dele Alli var í Já, og það ég fór á viktinni í fyrradag og ég var, þegar ég byrjaði þetta þá var ég 108,8 og ég stöðu viktina það í fyrradag og ég er 108,8
Ok. Þannig að ég komist ekki inn á COVID á þess að bæta á mig. Það er frábær. Búin að panta peysuna? Nei, ég get ekki eftir strax eftir 13 kíló. Það peysa sem ég ætla að kaupa út að ég ætla að missa 13 kíló. Já. Ég ætla að velja hana sjálfum með þessari peysu. Ég held að það bara geta fundið stærri stærð. Nei, ég get ekki gert það. Ég verða núna að koma í form, ég get ekki var að fá hjartaáfall bara. Það var að fá hjartaáfall, en ætla samt að geima það pínu. Það er svona að sjá hvaðan fyrir nálagti að fá álfur í hjartaáfall. Það er stærri viðurunarbjöllur. Já, það er aðeins stærri viðurunarbjöllur, þetta er lítið hjartaáfall. Ég myndi vilja svolítið stórt hjartaáfall ef ég vildi komast í form. Svona... Það er önnur saga. Það er önnur saga. Það er gott að koma til þessu. Já, bara sömuleiðis. Það er gott að spjalla við þig. Ekki bara. Ég hugsa að... Góður spirill, geggjaður spirill. Alveg fára, þannig að þú gerir þetta þannig að ég held að þú getur náð upp úr öllum þessum þú vilt ná upp. Já. Ég held að ég finn það bara, sko. Ég held að vera geggjaði þættir, sko. Takk að fyrir. Og þú líka, sko, ég hugsa að taka viðtal við svona stór nöfn eins og Katrínu, Kára, Helga Sján. Að svona rísa fólk, sko, að þá þarf að vera á sama leveli, sko, sem þú ert. Sem ég er? Já, ég er að segja, þú veist, þú ert... Nú, ok, við þurfum auka 10 mínútur. Nei, það er þannig, þú veist, þetta er alveg svolítið mál, sko. Við fundum bara, við fengum Jón Gnarr og við vorum bara í svo litli skólakrakka fyrst. Já, nú vorum við litli. Skilurðu, þú veist, þetta er bara, þú þarft að vera, og maður hefur heyrt þetta, að spyrla þurfa að vera á sama leveli og þeir sem er að spyrja á annað, sko, svona, ekki kannski ego. En er þetta ekki bara svolítið eins og þið eru með grínið ykkar, að það er ekki tilvílun, þetta dettur allt inn í gangi okkur, því raun og verið eru þið búin að vera að undirbúa ykkur ómeðvitað í öll þessi ár og ég er kannski búin að vera undirbúa með ómeðvitað með því að bara vera að gera alls konar og hitta alls konar fólk. Hún er verið í svona bransa og þekkir þetta og veist alveg hvernig það virkar og svona, sko. Það þurfa bara allir að byrja á botninu, sko. Það er bara þannig. Já, ef við myndum alltaf komast í, sko, að taka viðtal við forsætisráð þegar ég get ekki viðtal við fleiri nú lifandi forsætisráð þeirra, sko. Nei, þeir sem ég náði ekki að taka viðtal við eru allir farnir, sko. Þú tókst viðtal við Davíð Oddsson. Já. Ég ætla bara að fara á miðilsfund og tala við hérna. Já, tekið á miðilum. En ég er mega spenntur fyrir þessu þáttum og það er mikið spenna og gaman að fá því í podcast-hreyfinguna. Já, þakka fyrir. Podcast fjölskyldan á Íslandi. Það var svolítið að fá okkur strákar. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk.